Jæja, gott kvöld, góðir áhorfendur. Við erum velkomin hér í beina útsendingu á 7. keppni Tier 1 í Gran Turismo Iceland sem fer fram hérna á Bathurst brautinni í Ástralíu, Mount Panorama. Við erum byrjaðir í tímatökum, það er átlap hérna í gangi núna. Ég er einn í stúkunni að sinni. Biggi komst ekki, allavega ekki strax, kemur mögulega og joinar mig eftir. En fyrst að þeir eru allir á átlapp núna, þá ætla ég að henda upp hérna eldsnöggt stigatöflunni. Eins og stigin eru núna í Tier 1 keppnum, þá er Kári á toppnum 24 stigum. Nei, 19 stigum á undan Hannesi. Hannes er búinn að ná að koma sér í annað sæti en Halli Björns var í öðru sæti fyrir seinustu keppni. Hannes hafði betur þar og komst yfir. Topparáttan er orðin svolítið stíf núna. Kári er svona svolítið að dragast fram úr hérna, sér maður. En hérna, það er ennþá 10-11 keppnir eftir þessa, þannig að það getur ennþá allt gerst og þar fyrir utan þá er ekki búið að draga 3 verstu keppnir frá stigunum hér, þannig að þetta getur ennþá eitthvað hróplast í þessu. En, skulum ekki hafa þetta mikið lengra. Þeir sem hafa áhuga að kynna sér þetta nánar, þeir geta farið inn á heimasíðuna gtsiceland.com og fengið þar allar upplýsingar Tier 1 keppnina, keppendur og stöðu. Ásamt því að Guffi sem er hérna í 8. sæti, hann er sá sem heldur utan allt saman. Hann skrifar alltaf mjög góðar greinar þar sem hann fer yfir keppnir kvöldsins og í rauninni, já, rándið fyrir Tier 1, 2 og 3. Og hérna, þannig að það er þetta að sjá þetta allt þar og ef einhver er að horfa sem hefur áhuga á að prófa, þá er alltaf pláss í Tier 3 keppnum sem eru á þriðjudögum og það er í rauninni frjáls þáttaka í því. Tier 1 og 2 eru lokaðar keppnir en þú getur unnið þér inn þáttöku í Tier 2 með því að standa þér vel í Tier 3 og sömuleiðis getur unnið þér inn þáttökurétt í Tier 1 með því að standa þér mjög vel í Tier 2. En allavega, þá er fyrsti qualifying tíminn kominn. Það er hann Hannes sem situr hann og er á toppnum eins og er. En þetta eru hörkuökumenn hérna og þetta á örugglega eftir að hróplast eitthvað aðeins. Já, sjáum að Kári hérna er núna komið með betri tíma en Hannes í tímatöku. Þeir eiga ennþá 10 mínútur eftir samt. Mér finnst líklegt að við munum sjá hérna þá í rauninni brenna eldsneyti núna og svo þegar það eru svona 3-4 hringir eftir að tímatöku munu þeir eflaust pitta, fá ný dekk og reyna að ná hotlap til þess að ná ennþá betri tíma. En þetta er svona byrjunin á keppninni, fer alltaf svona. Förum aðeins yfir þetta hérna. Sjáum að Þorsteinn hérna, hann er á fjólubláum sektor. Það er að mér skilst einn sem hann mætir ekki, hann Sævar Helgi. Hann gat ekki komist með í kvöld, þar af leiðandi við munum vanta einn í keppnina í kvöld. Guðmund Orra. Hann er víst sá sem stofnaði Formúla 1 á Íslandi grúpuna, F1 Ísland segi á Facebook.
með þessa flotti númeraplötu You're Too Slow á aftan á Porsche-inu sínum. Það er svolítið Porsche núna. Það er spurning hvort að einhverjir hafa verið að breyta bíla. Ég man ekki eftir að hafa séð svona mikið af Porsche hérna áður. Það sjáum við að Þorsteinn er búinn að setja annan tíma, já, og Kári er búinn að toppa það aftur. Kári hérna í kjölsoginu á Skúla. Það er spurning hvort hann nái eitthvað að láta það vinna með sér. Nei, hann er að taka fram hún. Já, hvað gerist? Þetta er orðið mjög close barátta hérna sé ég. Það er innan við 0,1 sekúnda á milli Kára og Þorsteins í fyrsta og öðru sæti á tímatökum. Einu við Skúli hérna aðeins út af í sandinn. Þessi beygja hérna sem hann var að fara í gegnum er alveg rosalega tricky sko. Það er svona vinstri beygja á miklu hraða og kemur svona svolítið blindandi upp brekkuna áður en þú byrjar að fara niður fjallið. Og það getur verið mjög erfitt að sjá apexið, hvað þú vilt vera. Mjög algengt að fólk fari út af þarna, annarkot út af eða þá utan í vegginn. Hlynur hérna alveg með auðabraut á Nissaninum. Nissanin er búinn að vera að gera mjög góða hluti á þessari braut. Hann er mjög snöggur á stað og mjög öflugur, þannig að hann er góður á þessum kafla þar sem þær fara upp fjallið. Það hjálpar mjög mikið að koma stratt þær í gegn, þar sem að það er mjög auðvelt að fara hratt niður á bílum. Þeir vilja oftast rúlla niður. En fylgist aðeins með honum Hlyn hérna á Flash and Supergirl Nissaninum. Sennilega lendi í einhverju á þriðja hring miðað við það 2.56 þar annarkot dag, eða hann var bara að bíða til þess að fá auða braut. Það getur líka verið. Það er mjög gott að vera með auða braut í tímatökum. Þar sem að þarf ekki mikið að gera, það þarf ekki mikið að klikka hjá okkur öðrum til þess að fá í rauninni, já, rauninni eyðileggur þinn tíma. Sjáum við Kára að taka fram úr Guffa liðsfélaga sínum, GOK Racing. Já, hérna er hann einmitt Þorsteinn að pitta. Ná í ný dekk, meira grip, hann er komið minna eldsneyti þannig að hann ætti að geta ná að skafa nokkrum sekundum brotum af tímanum hjá sér. Það var nú ekki... Það var þetta átlap hjá honum 2.03.1.75 eða...
Það hlýtur eiginlega að vera það. Þeir eru hérna samanbaukarnir, fara upp fjallið og það er að fara að koma þessi vinstri beygja sem ég var að tala um. Sjáu ég að fara hérna, taka þennan kafla og svo kemur mjög vinstri beygja sem mjög víð vinstri beygja sem fer alveg þarna í hún. Það getur verið mjög erfitt að sjá þessa beygju rétt þegar maður er að keyra. Það er kannski hægt að sýna ykkur það frá þeirra sjónarhorni, gera það kannski eftir. Tökum eitt svona hring með honum hlyn hérna. Þá var maður þess að kynnast brautinni. Eins og við sjáum þá er þetta á leiðinni upp fjallið hérna, þá eru bara veggir sikkur megin við, þannig að það er rosalega lítið að plássi fyrir einhvers konar mistök eða eitthvað sko. Það maður verður að keyra mjög öruggt hérna upp. Einnig sé að Hannes er búinn að taka besta tímatöku. Hérna kemur við með svona smá blindhæð og síðan bara beint beygjan. Getur verið erfitt að sjá þetta út, sérstaklega með sólinu svona í andlitinu á sér. Klárum hennar hringmiðun og hlyn og förum síðan aðeins yfir stöðuna í tímatökunni. Hvað er búið að gerast hérna á meðan við erum búin að vera að fylgjast með hringnum hans hlyns. Allar að bæta tíma sinn. Ekki nóg til að komast mjög ofarlega sýnst mér. Svo er fróðilegt að sjá hvað að gera með pitstoppin hérna, þar sem að pitturinn köttar svo mikið af þessum part af brautinni sem við erum að sjá hann keyra núna, að þetta virkar sem mjög stutt pitstopp. Þannig að það verður, fróðilegt að sjá hvernig það fer. Þegar við kíkjum aðeins yfir hérna hvernig staðan er núna. Hannes er með besta tíma í tímatöku, eins og er. Hann er hérna að koma í markið, rétt nær að koma í gegn áður en þetta verður að final lap í rauninni. Þannig að hann fær að taka einn annan hring í viðbót. Hann er aðeins 0,3 sekúndum á undan honum Kára. Kári er hérna að koma í gegn og allir sem kom í gegn núna eru í rauninni búnir með tímatöku. Þannig að ef mér skjáttlast ekki þá var það bara Hannes sem að komst á næsta hring eða. Hann er komin að final lap, að fer hann aðeins utan í vegginn hérna. Hérna sjáum við að alla sem eru búnir. Nei, Þorsteinn hefur náð hérna að fara á næsta hring líka. Það sjá, er einhverjir fleiri? Guðmundur Orri. Hann er að klára hérna. Sjá hvernig hann ná að bæta sinn tíma. En komst ekki upp í sæti. Hérna er... Nei, hvað er í gangi hér? Það er eitthvað klikkað á bremsupunktinum hana.
Hannes kom með penalty hérna á seinasta gólfæringinu. Þá er þessi hringur orðinn ónýtur fyrir hann. Það sýnist mér í rauninni bara að vera Þorsteinn sem mun hafa möguleikann á því að bæta sig í tímatökum. Sjáum hvað hann gerir hérna. Klárar Hannes tímatökuna. Þorsteinn náði ekki að bæta sig, þannig að hann startar í þriðja. Þá er við bara eftir að bíða eftir að Hlynur klárar hringinn, eða þá að tíminn rennur út. Já, 5 sekúndur eftir, þannig að tíminn rennur bara út. Endilega, ef þið eruð að horfa, að kommentið á YouTube alveg eins og þið séu að fá borga fyrir það, þannig ég hafi nú einhver til að tala við hérna. Getur verið svolítið einmannlegt að tala hérna við sjálfa sig. Guðmundur Orri kommentar hérna skelkaður yfir því að ná ekki að fara ofar 12. sæti. Það vanlega stendur sig mjög vel, en eins og það segir, no practice, no rewards. Hann hefur ekki náð að æfa sig fyrir þetta race. Þá byrjar þetta rolling start hérna. Hannes byrjar í fyrsta sæti. Kári í öðru, Þorsteinn þriðja, svo Halli, Guffi. Þá er þetta að byrja. Sjáum hvernig þetta fer af stað hérna. Fyrsta beygjan, hún er alltaf hættuleg. Það verðast allir alltaf að komast bara þokkalega vel í gegnum þetta. Kosturinn við rolling start, það verður ekki svona mikil pressa eða svona mikil kaos í fyrstu beygju. Þannig að sá ég einhverja framúrakstur þetta eða? Halli, kíkjum að þessum borði á honum. Þannig að get ég ekki sýnt ykkur frá cockpit sjónarhorninu. Svona, þetta er miklu skemmtilega. Það er ekki mikið að sjá upp bak við hann. Bara einhver veltibúr og það eru Guffi hérna, Halli náði einhverju lélegri beygjar. Guffi geti dreigið svolítið á hann hana. Herru Hilmar Veigar, hann ætlar að spá Hannes í fyrsta, Þorsteini í öðru sæti og Jón í þriðja sæti. Þá eiginlega verð ég að fá að vita hvort þú ert að tala um Jón Ægis, þess að Cracked Up, eða Jón Valdimars sem er GT Iceman. Sigurður Gunnar spáir hérna að Hannes vinni þetta. Þannig að lítur vel út fyrir hann eins og er. Og Kári annar og svo Halli nummer 3. Ég þori ekki að spá, sko. Það geta verið svo miklir sviftivindar á fjallinu að maður sá það nú bara í Tier 2 keppninni að keppandi í pódium í rauninni á toppbaráttu í þriðja sæti lendi í örlitlu mistöku, lendi utan í vegg og datt niður í 7. sæti við það og náði ekkert að komast ofar eftir það. Þannig að Hilmar Veigar segir að þessi Jón sem að verður í þriðja sæti sé Cracked Up, sem Jón Ægir. Hann er búinn að sjá Jón Ægir vera svolítið duglegan á æfingum. En hann er núna í 7. sæti og það verður svolítið strembið að klifra upp listan í þessum keppnum. Þetta eru mjög góðir ökumenn hérna og það er
ekki mikið mistök í akstri hjá þessum hópi. Það hefur ekki verið mikið af þannig sviptivindum í þessu tímabili og það getur alveg komið fyrir. Við sjáum hérna að Kári er ekkert að minnka pressuna á Hannes, hann er ennþá þarna í kjölsoginu. En þeir tveir eru að draga svolítið á Þorstein hins vegar og hann in turn á Halla. Þannig að það var nú gaman að kíkja hérna í sjá hvort að Kári reyni eitthvað move hérna. Hann er orðinn komin mjög nálægt honum Hannesi. Og núna er að fara að koma beinn kafli þar sem að hann gæti, ef hann næri að vera nógu nálægt Hannesi út úr þessari beygju, þá gæti hann mögulega náð að tróða sér fram úr. Þá er spurning hvernig Hannes verða, hvort hann verji þá innri línuna eða hvað. Sjáum hérna á hann næri ekki að gera neitt akkurat núna. Já, eins og Hilmar segir, hann er búinn að vera að keyra með honum Jón Ægir, krakt upp. Hann er mjög hraðskriður ökumaður, það er alveg rétt sko. Hann er mjög oft í toppáráttinni hérna, en hérna ég var nú búinn að heyra eitthvað aðeins í honum hérna fyrir þessa keppni og hann var svolítið svona vonsvikinn með hvernig Porsin var að virka í þessari braut. Porsin er nefnilega, hann er svolítið hægur á löngum beinuköflum, þannig að hann missir svolítið úr þar. En á móti er hann alveg, þegar maður er búinn að ná tökum á hann, þá er hann mjög góður í beygjum og niðurbrekkur. Hann er mjög góður niðurbrekkur líka, hann er mjög hratt niðurbrekkur. Það gera þær held ég nú allir. Sjáum hérna Bíkó livery hans hérna. Bíkó leiga, alveg að plugga þetta, símanúmer og allt saman. Að gera að kíkja í Bíkó og spyrja hvort þau geti fengið lánaðan eitt svona Porsche 911 GT3. Hvort að það sé hluti af atvinnutækjunum sem þeir leigja eða hvort það sé bara einhverjar borvélar og steypuvélar og eitthvað svona dót. Aldrei að vita. Þorsteinn, nei, ég er alveg hættur að fylgjast með aðal bardaganum hérna. Kári er hérna núna mjög nálægt honum Hannesi. Hann ætlar ekkert að minnka pressuna á Hannes. Kári er náttúrulega með fyrsta sæti í deildinni eins og er og Hannes kemur þar beint fyrir aftan. Þannig að þeir vilja berjast alveg út í rauðum döðum. Þeir vilja náttúrulega ná sem flestu stigum. Hannes getur ennþá tekið sigurinn af Kára í deildinni þar að segja, en hann þarf að vinna á því þá næstu 10 keppnir. Kári eins og er með besta tíman 2:04. Það var nú einn ökumaður hérna, Tarry Jones, Óttar heitir hann. Hann var með hvað, 2:02 held ég í tier 2. Nei, tier 3 keppninni segi ég. Hann spyr hérna Hilmar Vegar hvort það verður líka GR3 bílar hjá tier 1 15. desember. Nei, það verða GR1. Það sé að
15. desember þá verður hérna í rauninni já, það verður svona lengri keppni. Það verður á Circuit de la Sarthe og það er 16. desember, ekki 15. Það verður keppt á GR1 bílum í 2 klukkustunda. 2 klukkustunda þolakstri. Ætlaði ég vist að segja. Og það mun vera Tier 2 15. desember, sama. Það verður líka GR1 hjá þeim. Braut náttúrulega. Þeir keyra að vísu bara í klukkutíma. Og Tier 3 verður síðan á GR3. Þannig að það er í rauninni bara Tier 3 sem verður á GR3 bílum sem alveg svo þeir eru á núna í hérna næsta sísoni. Ekki sísoni fyrir ekki, næstu keppni. Já, það verður alvörulega mann sko. En það er allt að gera sérna ennþá sko. Hannes er alveg gjörsamlega að já, hann er í vandræðum með að stinga Kára af. Hann er svona, bilið er svona að minnka og svo aukast og minnka og aukast en hann virðist ekki ná að koma honum úr kjölsóðinu. Á meðan eru þeir báðir að stinga Þorstein alveg verulega sko. Það var að verða komin 2 sekúndur þar á milli. Og Þorstein komin í 3 sekúndum undan næsta, þannig að sjáum hvort það sé einhvers konar bardagi einhvers annar staðar í brautinni. Já, hérna er nú Jóna er að draga svolítið á Skúla en þannig að sjáum við mitt að Porsin er ekki nógu öflugur á beinukafla, þannig að hann dregst aðeins aftur úr þarna, minnkar eykst bilið. Já, hérna er Hlynur komin hérna Hlynur á Nissanunum. Hann ætlar að reyna að sækja á sýnist mér. Hann er í mjög góðri stöðu til þess að reyna að fara framúrakstur núna. Ef hann nær að fara inn í línuna þá væri það kjörstað fyrir hann. Nei, neðan. Jón Valdimars ver þetta vel. Hann hleypir honum ekki inn í línuna en Hlynur nær þá undercuttinu og nær stöðunni. Við erum komin upp í 8. sæti. Kíkjum á replay hérna. Bíddu nú við. Þetta er nú eitthvað skrítið replay. Það er alveg stopp. Það greinilega virkaði ekki. Þetta var furðulegt replay. Þá getum við ekkert séð replay, þá bara vitum við að hann náði fram úr. Við sáum það í beinni, það verður að duga. Og er þá, já, að auka bilið svolítið rætt núna og skulum við fylgjast með bilinu hérna eftir þegar beinikaflinn byrjar, sko. Við sjáum að þeir ná alveg mjög svipuðu exiti, sko. En sýnist það ekki hann nær ekki í kjölsogið og Nissanin bara stingur hann af, sko. Sá alveg í byrjuninni á beinagaflunum og þá minnkaði bilið örlítið en svo bara kikkar hann powerið í þessum skyline og Porsin verður bara skilinn eftir, sko. Og meðan er Valdimar hinn helmingurinn af Toyota Gazoo Racing sem að er í liði með honum Hannesi. Hérna, Hannes er hérna á hinu Lexusunum, Toyota Gazoo. Þá
er hann að draga svona svolítið á. Við og sjáið þið mitt sko að á þessum kafla þar sem að Hlynur náði áðan að ná rönniðinu á Jón Valdimars, þar bara nær Porsin ekki að halda við. Sjá hvað er að gerast hér. Já, hann er svona aðeins að ná að auka bilið, eins og er allavega. Þeir eru með alveg nákvæmlega jafn mikið dekkjaslið, sko. Nánast. En Hannes er að fara með bensínið alveg mikið hraðar, þannig að hann myndur að vera aðeins lengur í pitinum fyrir bensín. Og á þessari braut getur það skipt miklu sköpum. Já, ég höfðu, hann er komið penalty maður. Ég var að reyna við replay aftur. Sjá hvort það virkar núna. Það virkaði, en við sjáum ekki á hvernig hann fekk penalty. Við mistaði því, það er greinlega lengra síðan. En hann er búinn að auka bilið hérna upp í 1,2 sekundur. Hérna fer Jónægir fyrstur inn í pit í lok 7. hrings. Tökur bara dekk, þannig að hann ætla greinilega að taka dekk fyrst, svo væntanlega eftir aðra 7 hringi þá tekur hann dekk og bensín og en græðir náttúrulega á því að vera með góð dekk og léttari bíl í 7 hringi. Ja. Kári er búinn að minnka bílið hérna aftur, komin undir sekundu. Hann þræðir þetta mjög vel hérna niður fjallið. Og nær góðu exiti hérna niður beinakaflan. Heldur áfram að minnka bilið. En Hannes, þar sem að hann er með minna eldsneyti, þá náttúrulega ætti hann að komast hraðar upp. Báði mjög mikið segið. Það verður spennandi að sjá hvað gerist þegar þeir fara að pitta, sko. Sýnist þetta að vera eitthvað bilað hérna. Já. Það stóð áðan hérna þegar ég var að fylgjast með Hannesi, þá stóð P fyrir framann hring númer 7 hjá honum. Nei, fyrir aftan tíman. Eins og hann að fara í pittin, en ég veit að hann er ekkert búinn að fara í pittin ennþá. En maður sjá, kíkjum hérna, það er... Veitum við. Það eru 2 búnir að fara í pittin, það er... Nei, heyrðu, það er skemmt hérna að hafa honum Jónægi. Hann hefur lent í ykkur. Já, og... Já, Guðmundur Orri kominn úr 12. sætinu sínu og... Hans efasemdir eru þá ekki búin að standast, þar sem hann er kominn upp í 11. sæti. En hann kommentaði hérna áðan á YouTube að hann efaðist að hann færi ofar en 12. sæti. En þá var bara spurning hvort hann nái að halda 11. sæti. En
Sjá, mann hefur lent í einhverju að Jón Ægir fór inn í pitt á hann með skemmtan stöðara framan og aftan. Og á þessari braut þá náttúrulega skiptir það mjög miklu máli að vera með downforceið í lagi. Það er það sem gerist þegar stöðarinn skemmast þá fer downforceið í klessu og þá nærðu ekki eins miklum hraða á beinuköflum og nærðu ekki eins góðum beygjum. Það verður bara allt ömurlegt. Að gera að fara í pittin að laga. Já, ég sé að Kjassi er hérna líka með skemmtir á framan. Hann bæði mig á vinstra framhjóli og framstöðara. Það er spurning hvort að þeir hafa lent í einhverju samstöðu þarna. Hérna er Jón Ægir bara að taka. Þetta er bara hérna Porsche Fest hérna, það eru 3 í röð. En vel gert hjá Jón Ægi, hann náði sætinu. Náttúrulega með fresh dekk. Men Guðmundur Orri er alls ekki með fresh dekk. Guðmundur Orri fer í pitti núna. Já, þetta pit entry getur verið alveg, þetta er svona skelfilegt pitlane sko. Hlynur var kominn upp í 7. sæti áðan, hvað ætli það hafi klikkað hjá hann? Hann var kominn fram úr Jón Valdimars. Þið mista því að, já, svo fer hann bara út inn í vegginn hérna. Æ. Guffi að sækja svolítið á Halla. Þeir eru hérna 3, sem Halli og Skúli hérna, Team Autocenter á bensinu sínum í Halarófu og Guffi þar á eftir. Yellow flag. Nei, núna skulum við láta þennan replay fítus virka sko. Hvað kom fyrir hjá Kára? Ok. Ég fór greinilega allt of stutt. En við sjáum það allan að hann fór að drifta aðeins. Nei, heyrðu. Fer síðan inn og fær, hvað, Halla aftan á sig, sýndist mér. Hannes kemur úr pitinu hérna í öðru sæti. Það er bara mikli sviftivindar hérna. Guffi komin upp í 4. Búinn að fara í pitana á 9. eggjum. Kári er komin niður í 5. sæti. 11 sekundum á eftir Guffa. Það sem að hann hefur fyllt tankinn sig. Guffi gerði það ekki. En hann hefur líka látið laga bílinn. Hann hefur verið með eitthvað skemmtir eftir að hafa snúist hérna. Já, þá er Halli komin upp í 3. sæti og Guffi fylgir honum fast á eftir og Hannes hérna ennþá að saxa niður penaltíið sitt í öðru sæti, búinn að vera leiðandi keppnina allan tíman. En Þorsteinn er komin í 1. sæti á vísu eftir að pitta, en hann er það langt á undan að það er eftir hvað hann tekur mikið bensín. Ef hann fer inn í pitti núna, tekur dekk og örlítið bensín og fyrir 7 hringi viðbót eitthvað svoleiðis, þá kannski nær hann að koma út á undan Hannesi. Það er nefnilega, þó ert stopp í kannski 7-8 sekundir í pittinum, þá sleppur við svo mikinn kafla brautinni að þetta virka eins og 4-5 sekundur eða eitthvað svoleiðis sko. Þannig að bíli getur verið þokkalega stutt til þess að þú græðir á því að fara í pittin sko. Ég gerir nú ráð fyrir því að hann fari í pittin núna. Nei, jú, víst. Víst í pittin. Það verður fróðlegt að sjá. 5,6 í Hannes þegar hann fer í pittin.
hann næsir sér í dekk allavega. Hversu mikið bensín er hann í? Réttur rúmlega hálfan tank. Kemur út í öðru. 3 sekúndum eftir Hannesi. Eyjó Jóns segir hérna að Rabufans tekur þetta. Það er alveg möguleiki, sko. Það getur allt gerst, eins og ég sagði áðan, og þá getur þetta breyst alveg svakalega hratt, sko. Það þarf ekki nema einn aðeins að rekast utan í vegg eða eitthvað svoleiðis og leiðinu fjallið og þá er bara öll halarófan komin fram úr þeir, sko. Sjáum að Kári er hérna komin í 5. sæti eftir að hafa verið að berjast fyrsta og annað áðan. Í öðru sæti að reyna að ná fyrsta. Það er eitthvað klikkað hjá honum. Ég er eiginlega ekki valinn og langt replay til þess að sjá hvað. Það er eins og staðan er samt núna að þá er Kári með, hann tók svo mikið bensín þess vegna var hann lengur í pittinum að hann þarf mögulega ekki að pitta eins lengi næst. Því að þeir eru allir komnir með hálfandank og eru bara á 9 dekkjum og þetta verður fróðlegt að sjá hvað gerist. Það gengur ekkert hjá honum Hannesi að vinna úr þessari refsingu. Hefur á vísu hvað 17 hringi til þess. Ja, hann svo á ekki eftir að pitta, hann er á 9 dekkjum. Jón segir að hann svo á eftir að pitta en hann hefur pittað hérna á 10. ring. Þá er hann með 2.18, þá er hann pittað þar. Og næsti ringur, 11. ringur, 2.01. Þannig að hann er núna búinn að auka bilið sekundu í Þorstein. Hann er að standa sig vel í að reyna að stinga liðið af. Guffi heldur ennþá að heltast við að reyna að ná honum Halla en Halli virðist verið búinn að ná að slíta sig svolítið frá. Hann er komið svolítið langt á undan núna í sekundum allavega. Já, Guðmundur Orri kominn upp í 10. sæti núna, sko. GTA Eismann og Kjassi, Kjartan og Jón Valdimars. Berjast hérna seinasta sætið. Og var nú töluvert ofar á hann Jón Valdimars. Það er svona þegar maður er einn í þessu þá er svolítið erfitt að ná að fylgjast með öllu. Það var ekki eitthvað í gangi hérna. Nei, þetta bara leit út á mappinu fyrir að vera close bardagi en í rauninni bara óbreytt staða hér. Halli 1.6 á undan Guffa. Guffi á minn eldsneyti, hann myndi að fara fyrr í pit. Já, Skúli kom með hérna 4,7 sekundur í penalty. Hann setur fjólubláðan fyrsta sektor.
Já, Þorsteinn ekki reynilega að ná að stinga Halla af. Hann var 3 sekundum undan honum á hann, einhverjum 4 núna. En hann er ekki að ná að sækja á Hannes samt. Og eins og staðan er núna þá er Hannes bæði með meira bensín og betri dekk, eða mjög svipuð dekk allavega, þannig að þeir þurfa væntanlega að pitta á mjög svipuðum tíma. Maður sér hérna líka að þeir eru sumir með spólvörnina á og þeir gera það til þess að spara dekkin í rauninni. Það setur Hannes bara besta tíman í keppninni hingað til. Og meðan við horfum á hann fara yfir línuna og byrja á 15. hring. Já, 4 sekundur, svo ég og Jón segir hérna að 4 sekundur er svolítið mikið fyrir Halla í annarsætið. Það er alveg rétt að 4 sekundur er alveg hellingstími á þessari braut, sko. Alveg þangað til að einhver gerir einhver mistök og rekst utan í einhver vegg, þá fara þessar sekundur mjög hratt niður. Og það vantar ekki veggina til þess að ná að rekast aðeins í hérna á leiðinni upp og niður fjallið. Kíkjum aðeins hérna innanborðs hjá honum. Og hérna kemur sko, þetta er mjög þröngur kafli og ekkert nema veggir í kringu því, sko. Það þarf að vera þokkalega öruggur með sig til þess að ná þessu á full throttle, sko. Að ná að gunna þarna í gegn. Ég sjá það, þó þetta séu 4 sekundur og þá sér hann alveg þarna í Hannes. Ef maður væri ekki með sekundunar fyrir framan sig í andlitinu á sér, hefði maður örugglega haldið að maður væri nær heldur 4 sekundur. En svona er þetta í kappakstri, þá breytir þá, já, þetta lítur stundum út fyrir að vera stutt bil en er alveg gríðarlega langt. Já, hann er alveg að stinga svolítið vel á. Ég segi að Guffi er hérna komið bara í baráttunni það að fara að taka fram úr honum Halla. Hann er komin innan við sekundu. Sá að Skúli fór í pitinn. Guffi setur fjólubláan sektor hérna. Ég og Jón segir hérna bara að vona smá veggjadans og smá veggjanudd. Smá svona faðma vegginn. Hérna, kemur einhverjum vel en öðrum ekki. Guffi er að sækja svolítið vel að núna. Nú ætlum ég að kíkja hérna inn í bílinn hjá honum. Sjá hvort að hann nái að púlla eitthvað move hérna og ná fram úr honum Halla. Hann er komið eins og rosalega lítið bensín samt að Guffi. Hérna er þetta hjá Halla. Hann er með meira bensín. Æ. Hann hefur ekki náð að taka þarna þrönga partinn nógu vel og bilið jókst aðeins aftur. En það verður fróðlegt að sjá hvort hann nái að taka fram úr honum. Það sjá hvað er í gangi hérna. Hérna er 3 saman.
Það er Hlynur í 8. Jónægir í 7. og Valdimar í 7. Þeir eru allir mjög nálægt hver öðrum hérna. Já, en núna þarf Valdimar að fara í pitinn, sko. Hann er ekki að fara að ná öðrum ring á bensininu, sko. Það fer hann í pitinn. En hinir halda áfram. Þá er Jónægir komin upp í 7. sæti og Hlynur í 7. Með eldsneytistöðu þá mun, já, eldsneytis og dekkjastöðu þá mun Jónægir þurfa að pitta á undan. Hlynur sækir vel á, náttúrulega með aflið í þessu Nissan, sko. Getur verið alveg óþolandi þetta afl í Nissaninu þegar maður er að keppa mótornum, sko. Það hefur alveg verið í þessari stöðu, sko. Það vantar bara 2-3 hestafli viðbót í henni post til að ná að halda í henni Nissan. Datsunin, segir hann. Já, Datsun. Datsun Skyline R35. Það má vist ekki kalla þetta Skyline eða Datsun. Já, það er hérna bara tveir saman. Smá samstöð. Svo kíkjum hérna aðeins í ökumannsætið hjá honum Hlyn. Hann er að pressa svolítið vel á hann Jónægir núna. Fer hann svolítið vítan Jónægir og Hlynur er góður rönni á honum hérna. En maður sér líka alveg, sko, hvað hann er að berjast við Nissaninn, sko. Hann er mjög twitchy í aftan, sko. Nei, fyrir Jónægir út inn í vegg. Aftur. En það er endilega málið, sko, er að þú fer aðeins utan í vegginn, ef þú nærð að halda þér á brautinni og á góðu peysi, þá er mjög erfitt að taka fram úr þessum kafla, þannig að... En eitthvað finnst mér nú líklegt að Hlynur eigi eftir að gera allu hérna eftir þessa beygju hér. Jónægir náði betra exiti en eftir bæði að vera með kjölsogið og aflið í Nissaninu, þá er hann alveg... Þessi Porsche sá bara ekki breyk í hann á beinum kafla, sko. Hann tekur hérna ytri línu hér. Við vonum... Nei, nær ekki innri línunni. Hann verið þetta vel hann Jónægir. Þetta er alveg kappastur hérna, sko. Hérna er allt að gerast. Þá er það bara hvort að ná í góðu exiti hér. Já.
náði ekki alveg að tróða sér hérna innri línuna, hann þurfti að bremsa fyrst. Ég held að við séum að fara að sjá framúrakstur hérna mjög bráðlega. Þarna náði hann ekki alveg nógu vel í gegn. Og græðir hann svolítið á því að hann Jónægir sko. Ég hugsa að náði hann ekki svona sko. En Jónægir hins vegar kom með svolítið lítið eldsneyti sko. Hann ekki með jafn marga hringi eftir af eldsneytinu sko. Gæti mögulega náð einum í viðbót. Sjáum að Halli komin í pitti núna. Nei, hann fer og næri bensín núna. Hlynur heldur áfram, tekur þá 7. sætið. Sjáum að Guffi hérna komin ný dekk og nýkomin í pitt. Halli líka, Guffi ennþá að pressa á Halla. Kári ekki búinn að pitta en komin upp í 3. Þorsteinn þarf væntanlega að pitta eftir þennan ring og búinn að minnka bilið í Hannes niður í 2 sekúndur. Vel gert. Mjög vel gert. Hannes alveg verið að búið með þessa refsingu. Já, ljótum við að fara að sjá núna að Þorsteinn fær í pittinn. Það er spurning hvort að Hannes fær í pittinn líka eða hvort hann ætlaði að reyna að þrauka einn ring í viðbót. Þeir fara báðir í pittinn. Þarna kláraði hann penaltíð bara. Ég finn að klára þetta leiðinn í pitt. Með 8% og 6% af eldsneyti eftir. Þá er það bara hver fer fyrr út úr pittinum. Kári kemur inn í pittin líka. Ná inn í dekk. En hann þarf ekki að taka eins mikið bensín. Hann er með 34%. Þannig að hann væntanlega að minnka bilið aðeins. Já, það er í rauninni taka bara jafn mikið af bensíni og koma út bara með nákvæmlega saman bil og þau fóru inn sko. Kári heldur 3. sætinu eftir pittinn. Þetta er það sem hann græddi á því að þurfa ekki að taka eins mikið bensín. Hann náði að koma út á undan Halla. Þannig að hann er búinn að ná að vinna sig hérna upp í 3. sæti, nokkuð örugglega úr 5. sæti eftir að hann lenti í að snúast þarna. Á, hvað var það? Einhver hringur, ég man ekki hvað hringur það var lengur. 10. hringur ekki. Það er að gerast hérna botninum, en þessi kjassi ennþá Guðmundur ennþá í 11. sæti. Mjög góð staða fyrir hann með það að hann hafði enga trú á því að komast upp fyrir 12. í byrjun keppninnar. Þannig sjáum við Jón Valdimars. Hann er nú bara að taka hérna seinasta hringin á, þennan hringa alveg á gufurum sko.
greinilega eitthvað misreikna sig aðeins þegar hann fór í pittins einast þar sem að hann með alveg þokkalega góð dekk en ekki nógu mikið eldsneyti. Það eiginlega betra að reyna að hafa þetta þannig að þú sért að eiginlega vera búið með dekkin þegar þú ert að vera búið með eldsneyti þannig að þú þarft að vera í pittinu báðum. Hann kannski nærði eftir næsta pitstop. Tuttugu og ein sekúnda hérna í Guffa á milli Hlins og Guffa. Hann fær blátt flagg þarna allt í einu. Og það eitthvað skrítið. Það ætti nú ekki að koma hérna þegar það enginn að hringa neðan eins og svoleiðis. Haffi aðeins búinn á að slíta sig frá Guffa. Komið yfir 2 sekúndur á milli þeirra. Sömuleiðis Kári búinn á að slíta sig frá Halla. Já, hann eins alveg að stinga af hérna núna í byrjun, sko, í fyrsta sæti. Bilið að vera komið upp í 6 sekúndur. Og það eru, já, það er 7 hringir eftir. Og hann er á svo kostið 9 dekkjum. Það var bara spurning hvort að eldsneyti dugar í þessa 7 hringi. Ætti nú alveg að gera það. Það gæti verið að við sjáum hann ekki pitta meira og þar af leiðandi ná mögulega að halda fyrsta sætinu. Það finnst mér líklegt. Hver var það? Það var Hannes, Rabu og Jón, sagði Hilmar. Hannes, Kári og Halli, sagði Sigurður Gunnar. Þannig að það verður já. Mér sýnist á öllu að það verði allan að Hannes í fyrsta sæti, en það getur allt breyst ennþá, sko. Við sáum að bilið er að minnka svolítið hratt núna á þessum ring með hvað hann var búinn að koma sér í góða stöðu á hann. Þorsteinn er að sækja vel á. Kári. Ég er ekki alveg að sjá hvort hann sé að vinna á Þorsteini eða ekki. Ég er ekki alveg með það á hreinu. En hann er allavega ekkert að hafa miklar áhyggjur á honum að Halla akkurat núna. Þá er bara spurning hvort að Guffi nái Halla og taka fram úr honum. Lítur ekki út fyrir það, svona miðað við hvernig þetta pace er búið að vera á þeim á þessu reysi. Já, hann er aftur að auka bilið hérna, þannig að þess að kíkjum við aðeins á þessa gauðra. Það er stanslaus barátta hérna á milli Hlins og Jónæs.
Það er alltaf annað hvort að fara að taka fram úr hinum. Hinur með betri dekk en minna eldsneyti. Það er vonandi dugar þetta eldsneyti fyrir hann til þess að klára keppnina. Hann lítur að hafa gert ráð fyrir því að ná því. Það er ennþá 21 sekúndur á milli Hlins og Guffa, þannig að hann er ekki að ná að minnka bilið neitt. Þannig að ég tel það nú svona þokkalega líklegt að Guffi þurfi ekki að hafa áhyggjur af því að fara neðar en 5. sæti. Þetta helst bara allt mjög jafnt bil á milli allra hérna á toppnum, sko. Það er alveg spurning hvort ég hafi tekið eftir þessum bardaga hérna þegar að Hlynur var að taka fram úr. Ég bara eiginlega tók ekki eftir í hvort að hann hafi verið undan eða eftir allan tíma. Þetta virðist allan að vera eini bardaginn á brautinni, eða nálægt því að vera bardagi. Sjáum við þetta aflmun, sko, hann kemur í kjölsoginu út úr næstu beygju, þessi seinustu beygju. Samt er Nissaninn að stinga hann af. Svo kom beigjurnar og þá nær Porschen bara aftur. Þarna var hann tæpur hann Hlynur á grasinu maður. Nær hann Jóna er alveg töluvert betra exiti, sko. En nær hann að taka fram úr, það er eins og það runnir saga. Nissan Power er þarna alveg, samt, hann er helst í kjölsoginu núna, þannig að mögulega nær hann að fara að gera eitthvað núna.
Æjæj. Þannig að þetta er það sem ég er að segja. Ef mann er að halda sér á peysi og á brautinni þá er mjög erfitt að taka fram úr þessum kafla, sko. Eiginlega bara ekki hægt, sko. Þannig að það er aftur betra exiti hérna. Ætli við séum að fara að sjá fram úr tökku hér. Hlynur ver vel þarna, hann passar upp á að hann náði ekki að fara ytri línuna í hinni beginni til þess að taka innri beginni þessari. Þetta er orðið. Hún er Hlynur að verjast alveg rosalega vel, sko. Fylgist aðeins með þessu lengur hérna. Sjáum hvort að við náum að sjá einhverja framúrtöku. Það virðist ekki alltaf gerast. Ekki eins og er allavega. Nei, og akkurat þegar ég fer úr cockpitinu þá driftar hann aðeins annað. Missir hann nokkuð langt fram fyrir sig. En Hlynur lenti nú í einhverju þarna líka sjálfur, þannig að Billy bara fór strax niður aftur. Kíkjum aðeins hérna á toppárátuna núna meðan að róaðist aðeins hér. Kári er búinn að minnka Billy Þorstein niður í tæpar 3 sekúndur. Þorsteinn búinn að minnka bilið í Hannes. Þeir eru byrjaðir á næst seinasta hringnum. Það verður nú fróðlegt að sjá hvort að eitthvað gerist hérna. Sér það, Kári er búinn að auka bilið í Halla úr 4 sekúndum í rúmar 8. Það virðist ekkert vera neitt að ná að minnka bilið nógu mikið til þess að ná að breyta þessu, sko. Sjá, kíkjum hérna hvort það sé eitthvað að gerast annar staðar. Það er náttúrulega bara enda þessi sekund á milli þeirra hérna, Jónæs og Hlyns. Þeir eru komnir á loka hringinn. Hannes, Þorsteinn, Kári, Halli kominn á loka hring líka og Guffi.
Guffi hérna á ljósinu, bíllinn byrjaði að biðja bensín. Líka Hlynur, vá, hann er rosalega lítið bensín. Er að byrja að loka ringin, það er eins gott að þetta dugi honum maður. Aðeins meira bensín hann Jónægir þó hann sé kominn á ljósið líka. Hérna er bara... Hérna getum við séð stöðubreytingu þar sem að Valdimar er á betri dekkjum og með minna bensín. Það sjá hvað langt eftir í... Já, smá eftir að þeim, þannig að það getur fylgst aðeins lengur með hérna. Valdimar var að taka fram úr eða? Það fer ytri línuna hérna. Ég hugsa að það náist ekki úr þessu. Hann var með hérna eitt tækifæri. Það virðist vera búið núna. Það getur samt allt gerst. Hringurinn er ekki búinn og það er stutt bil á milli þeirra og Skúli er á töluvert slitnari dekkjum. En hérna kemur Hannes í gegnum markið, Þorsteinn þar á eftir og síðan Kári. Fyrsta, annað og þriðja sæti komnir í mark. Hannes er sigurvegari í kvöld, Þorsteinn í öðru sæti og Kári í þriðja sæti. Halli síðan hérna kemur í mark í fjórða sæti, Guffi þar á eftir í fimmta sæti og svo Hlynur búinn að ná að auka bilið þokkalega í Jónægir. Kemur hér seinustu beygina og kemur í gegnum markið blikkandi í ljósunum og Jónægir í gegnum markið í sjöunda sæti. Og Valdimar, náði Valdimar svo fram á honum? Vá, ég misti alveg það. Hann kemur hérna í gegn markið í áttunda sæti. Síðan Skúli í níunda sæti. Og þar næst verður það Jón Valdimars í tíunda sæti. Guðmundur Orri, hann nær að halda 11. sætinu sínu, þannig að þetta fór ekki alveg eins illa hjá honum eins og hann hélt. Hann náði einu sæti ofar 12. sætið. Komin í mark og Kjassi kemur í mark seinastur í 12. sæti. Þá er þessari keppni lokið. Óskum honum Hannesi til hamingju með fyrsta sætið og Þorsteini til hamingju með annað sætið. Sagði ég annað sætið? Vá, ég heyrði ekkert í sjálfum mér. Allana, Hannes, óskum honum til hamingju með fyrsta sæti. Óskum honum Þorsteini til hamingju með annað sætið og Kára til hamingju með þriðja sætið. Og það er það bara svoleiðis. Þá er þessari keppni lokið í kvöld og hérna ég bara þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið. Það var áhugavert að vera hérna einn að lýsa þessu. Biggi gat ekki komist í útsendingu með mér í kvöld og þannig var ég að lýsa þessu einn, en það gerist bara, þá vonandi kemur hann bara næst og þá nær að vera ykkur samræða, gerir þetta aðeins meira skemmtilega að hafa ykkur samræða hérna. En ég þakka bara fyrir áhorfið og þeim sem að tóku þátt í spjallinu á YouTube, þakka ykkur kærlega fyrir líka að taka þátt. Þannig að maður hafi nú einhver til að tala við í innan klukkutíma sem að reisið var. Og já, það er bara næsta keppni 16. desember. Það verður
2 tíma endurance á Le Mans á GR1 bílum og það verður í rauninni loka keppni á hausttímabili og verður síðan í rauninni mánuður á milli í næstu keppni, byrjun vortímabils, en við ætlum að hafa eitt svona spjallþátt þar á milli sem verður þá 30. desember ef mér skjátlast ekki. Þá verður svona spjallþáttur sem verður tekið viðtal við TR1 ökumenn og við förum svona yfir hausttímabilið áður en að vortímabilið hefst. En enn og aftur ég þakka fyrir áhorfið. Ég er Daniel Rúnar Jónasson og var hérna að lýsa hjá ykkur í TR1 keppni GTS Iceland, 7. keppni af 8 á hausttímabili. Endilega ef þið hafið áhuga á þessu og eru ekki nú þegar að taka þátt, kíkið á gtsiceland.com og leitið að GTS Iceland umræðuhópnum á Facebook og bara öllum velkomið að koma að taka þátt. Við erum komin með þó nokkra nýliða í TR3 keppninar og það er ennþá pláss fyrir fleiri. Og ef að eftirsóknin verður nóg þá bara búið við til TR4 líka, þannig að endilega kíkið á þetta hjá okkur og takið þátt. Ég þakka fyrir mig í kvöld. Við heyrumst eftir 2 vikur. Veriði sæl.